Ja, Friðrik, það búið að gera seríu úr þessu núna? Já, það má vel að segja það. Hvað var uppleggið fyrir þennan leik? Komið nú alveg dýrveiklur inn í fyrri hálfleikinn? Já, við reyndum að læra af síðasta leik og reyndum eins og við gátum að loka ákveðnu leiðum þeirra leik og hjá þeim og það tókst ágætlega og þeim kannski meira sjálfstraust svo í kvöldfæri að ná að halda á dampi það sem gerði kannski útstæðir við fyrra hálfleik. Og nú virðast margir leikir vinnast á heimavelli í úrslitakeppninni yfir höfuð. Hvað ræður tekur fyrir þína menn áður en þið farið inn í DHL næsta leik? Hvernig brýtur þetta? Við bara höldum áfram í rauninni bara að þroskast og dafna eftir því sem við förum lengra inn í þetta. Það er engin spurning og reynum auðvitað bara að styrkja okkur eins og kostur er og bara næst er bara leikur í DHL og við förum þangað bara og gerum okkur besta, ekki spurning og væri óneitanlega sterkt að leggja á þetta. Mikill mun í leik stjörnuleikmanns ykkar, Stefán B. Var eitthvað sérstakt það sem hann fór að gera annað í þessu leik? Ég meina, hann var eiginlega ekki með í þeim fyrir sko. Nei, ég meina, það er kannski ágætt fyrir okkur hinn að þessir gæða leikmenn sem eru til út af allar heima, þeir eru mannlegir og þeir geta átt sína dánleiki líka eins og þar stendur. Það var bara ekki sitt besta í síðasta leik og við náttúrulega hvíldum hann líka talsvert mikið og hægt að taka einhverja óþarfa sensa með einhverjir. Var eitthvað meðslega eitthvað svoleiðis gangi hjá? Bara aðeins á tímabili í kálfanum og við þurftum að reyna að stemma hann og fína hvíldarna fyrir þennan leik.